Ok, í þessu dæmi okkur gefið línulegt diffurjöfnuhneppi, diffræðast á A sem með svona fasta fylki A. Og okkur gefið lausnin líka, það er að okkur gefið grunnfylkið í lausninni. Og svo spurt, hvaða þriðjastigs diffurjöfnu þetta hérna diffurjöfnuhneppi jafngilt og hver lausnin á henni? Og við hefum út frá lausnin á diffurjöfnuhneppina geta lesið út hver lausnin á þessari diffurjöfnu hérna Og fyrst skulum við sjá hvaða diffurjöfnin við reiknum. Við segjum, ok, læt vegurinn minn vera diffræð, tvídiffræð. Og við erum með þessa hérna diffurjöfnu og A þetta hér fylki. Við pröfum bara að reikna út þessu. Segjum diffræð, það þá diffræð, tvídiffræð, og þrídiffræð. Það verður eftir fylkið A, 0, 1, 0, 0, 0, 1 og 5, 8, 1 sinnum diffræð og tvídiffræð. Svo margföldum við upp úr hérna fylkinu, þessu hér. Það stendur 0 pluss diffræð pluss 0 í efstu línu. Svo næst það þessi lína sem þessi dálkur. Þá fæ ég 0 pluss tvídiffræð. Og í þriðju fáum við 5 sinnum pluss 8 sinnum diffræð pluss tvídiffræð. Svona. Það að efstu línunni hérna, ef við skoðum hérna og hérna. Það diffræð og diffræð. Það alltaf rétt. Stendur í efstu línu. Næstu línu stendur tvídiffræð rétt og tvídiffræð. Já, það alltaf rétt. Og í þriðju línu stendur þrisvar diffræð rétt og 5 sinnum pluss 8 sinnum diffræð pluss tvídiffræð. Þegar við getum skrifað þetta. Þrisvar diffræð mínus tvisvar diffræð mínus 8 sinnum diffræð mínus 5 rétt og 0. Og þá getum við lesið bara beint út hverju stuðlanir eru. A 1, B mínus 1, það stuðlinn hérna, C mínus 8 og D mínus 5. Ok, þetta var miðað við þessa hérna framsetningu á diffurjöfnunni. Nú, hver lausnin? Þá segjum við, ok, við erum með þarna grunnfylkið, við vitum að lausn á diffurjöfnuhneppinu ypsilon af t, vegurinn minn, jafnt og omega af t sinnum vegurinn c. Þetta hérna grunnfylkið sem gefið. Ok, það gefið enda sem margfaldi af tveimur fylkjum, það sem í öðru fylkinu eru eiginvegrar fylkisins A og í hinu eru í veldinu eigingildi fylkisins A í réttri röð í hornalínu. Ok, nú spurningin, hver lausnin okkar á þessari hérna diffurjöfnu? Nú, munið hvað við settum til að vera. Settum hann til að vera vegurinn, diffræð, tvídiffræð. Efsta stakið í þessum vegri akkurat það sem við erum að leita. Þannig að efsta stakið í þessu hér margfeldi akkurat það sem við erum að leita. C hérna einhver fasti bara ABC. Einhverjir fastar. Einhverjir óákvarðaðar fastar. Og við erum að reyna að leita almennlausninni, þannig að þar munum koma fyrir óákvarðaðar fastar. Nú tökum við þetta hér og margföldum saman og segjum, þessi hérna dálkur sinnum þessi vegur. Og þessi hérna lína sinnum þessi dálkur pluss þessi lína sinnum þessi dálkur og svo þessi lína sinnum þessi dálkur, ekki pluss fylgiði, heldur við bara margföldum upp úr þessum tveimur fylgjum, fáum 3 og 3 fylki. Svo tökum við efstu línuna í því fylki og margföldum við c-vegrunum okkar. Og sjá að það einhver óákvarðaðar fastar, þannig að það skiptir engu máli hvaða tölur standa hér. Það verða bara hluti af óákvarðaðar fastarnum mínum. Þannig að pröfið að margfalda saman þessar tvo vegra, sjáðu hvað kemur út og sjáu þið að lausnin verður svo mikið sem t, ekki vegurinn, heldur lausnin á diffurjöfnunni, þriðjastigs diffurjöfnunni verður einhver fasti sinnum í 3,604338 t pluss einhver fasti sinnum í mínus 0,74676 t pluss einhver fasti sinnum í mínus 1,8762 t og þetta lausnin. Þannig að í þessu dæmi þá ekki svo mikið verið að spyrja hvernig maður reiknar lausnina heldur, maður getur lesið út þegar maður búinn að reikna lausnina
hver lausnin akkurat á þessu hérna jöfnuhneppi er. En maður þarf að geta breytt sem sagt endastig stifrjöfnu í ekki endastig, heldur en diffurjöfnur af stigi 1, sem sagt í fyrsta stigs diffurjöfnuhneppi.